Komiði sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 27. febrúar 2026 og Bitcoin í $66.314 og hjá mér sestur Björn Haraldsson. Vertu blessaður, Björn. Já, blessaður sæl. Við erum nánast í alveg sama verðmiða og í síðasta þætti, nokkur $100 neðar, sem lítur út eins og markaðan hafi verið alveg frosinn eins og ég byrjaði síðasta þátt á að tala en það endar ekki tilfellið. Það búið að vera áhugaverð vika með að við það sé svona, eins og þú orðar það, allt flatt, þá það búið að vera áhugaverð vika. Já, því að hitti bara þannig á að núna allt flatt, en það búið að vera mikið læti með verðið. Já. Og hjálpaði mér nú að rifja það upp, það verið... það var ekki gær, það var miðvikudaginn held ég. Það var miðvikudagurinn, já. Þá hækkaði, ég held að vera sá dagur, ég held að sé ekki að rugla á saman dögum, þá hækkaði mér það sko á, ég sá tölu út frá 29 klukkustundum, þá hækkaði Bitcoin 12%, já. Sem að þú miðar það reyndar við tölur með við sólarhring, sem bara hærri hækkun heldur bara flestar prósentu hækkanir sem að hafa verið í gegnum tíðina, sko. Já. Sólarhring. Ég veit ekki hvað það var á 24 tímum, sko. Já, það hefur verið eitthvað, ég man það náði ekki alveg 70.000, en það var mjög nált. Fór í 69.8 eða eitthvað líka. Og hérna, í Ethereum hækkaði, sko, í Ethereum fór í 2.1 og 12 sá ég allavega örgulega fór eitthvað aðeins hærra. Sem var eitthvað, þú veist, 14% hækkun eða eitthvað. Solana fór næstu í það fór yfir 90, fór í 91 eða eitthvað. Hvort það fór rétt að bleið 92, það var eitthvað 17% hækkun og myndir sem hafa verið bara alveg steindöðar lengi. Avax hækkaði eitthvað 20%, Polkadot hækkaði, það var að tala þegar mest lét, sko. Polkadot var einhver tíma 40% og Cardano, þetta bara hann keyrði alveg upp markarinn, auðvitað alveg eins og með lækkanir, zooma út allir þessi vermiðar sem voru á öllum þessum myndum hefðu þótt hræðilegir fyrir bara mjög stuttu síðan, en enga síður auðvitað allir að sjá hvernig svona gerist og af hverju þetta gerist en líka bara, þetta fekk mig til að hugsa eins að því að ég talaði við eitt sem að var að bíða með að fara inn alltaf bíða eftir meiri lækkun og kom svona panik hvað það alltaf að fara að keyra upp bara ég að missa af þessu eitthvað sko, og ég hugsaði þetta bæði þú veist líklega bara þú veist förum við aftur niður en á sama tíma þá höfum við oft talað með í þættinum að hættan við að bíða eftir einhverju svona betra verði þá gerist stundum því að Bitcoin svo áhugaverð hvað það varðar og markaðurinn í heild sinni að bara hækkanir eru ekkit einhver svona smá hækkanir, þeir eru oft svona mikla keistur sko. Og það hefði alveg geta gerst að þetta hefði bara upp og við varum að taka upp enn þátt í 80.000 skilur, það hefði alveg verið scenario hversu líklega ekki, það allavega ekki raunveruleikin í dag, það var ekki scenario spilaðist út. Þetta getur það, þú veist, þó ég trúi því meira að við erum ekki búin að sjá alveg botnin, þá eins og ég sagði þennum daginn að þú veist, Mars hefur oft verið svona mjög jákvæð mánuður og við erum, sko, ef við hugsum það, sko, það alveg fullt af einhverjum svona, hvað kallar maður svona botn indicatorum, sko. Ég held að við erum svona út frá eitthvað RSI oversold, þá erum við bara svona sögulegu lágmarki. RSI-in var bara sögulegur. Já, og svo þetta með sko Bitcoin is dead einhvern veginn sko á Google, það var einhverju all time high, það svolítið svona þegar við erum fann að dæma Bitcoin dead og Bitcoin í 0 og eitthvað svona þá það hins vegar svolítið áhugavert að út frá þessu Google search, það líka mjög hátt how to buy Bitcoin. Já, ok. Þannig að markaðurinn alveg svona í báðar áttir svona. Já, það einhverjir botn indikatorar að tikka en líka eitthvað annað sko. Það sem kannski
Gæti ég trú að sé ein skýringi fyrir að þessar hækkanir hafi síið svolítið niður fyrir utan að það er auðvitað bara alltaf eðlilegt þegar það er mikil hækkun að það komi einn dagar eftir sem að síðans niður. Það var mjög skýrt narratív sem keyrði þessar hækkanir og við ætlum að fjalla það og hvort yfir höfuð eitthvað er að marka þetta narratív og ég held að þess að fyrst var fréttin eitthvað en svo að þetta væri bara eitthvað staðreind. Já. Þannig allavega var þetta prestara fyrst fyrir mér. Já. Og maður sér bara markaðan bara gjörsamlega keyra og ég var bara pínu bara okay, hvað er nákvæmlega að gerast hérna. Og svo svona setur maður segja betur inn í þetta og þá svona þetta er náttúrulega bara búið nokkri dagar, maður er ekki búin að fá að kannski skoða þetta mjög grúndíkt eða melta þetta en svona mér virðist sko sem þetta sé frekar ólíklegt en hlustundu kannski veit ekki hvað við erum að tala um. Það er alltaf gaman að fara eins í það sko. Við erum sem sé að tala að það er fyrirtæki gríðarlega stórt á sínu sviði svona hvaða hugtaka má notum þetta er eitthvað svona trading entity, þetta er eitthvað svona fyrirtæki sem er að sjá viðskipti ef ég er að skilja þetta rétt í bakenda bæði fyrir til dæmis þessa kaupallasjóði og eru í mörgu öðru en krypto en hafa verið mjög stóri krypto og fyrirtæki heitir Jane Street. Já, ég verði ekki að ég hef ekki heyrt þetta áður en þeir eru þetta er eitthvað svona bakenda, já, einmitt, þetta er stærst svona fyrirtæki heimi. Þeir eru þetta trading fyrirtæki líka en þeir eru hvað segir maður, að veita hvað heitir það á íslensku? Já, seljanleikir beinþýðing en þeir eru einmitt svona liquidity provider, þetta er bara svona þeir sem eru, já bara sem dæmi þú veist, þegar til að fólk skilji hvað þetta er að þú með alls konar plattform sem getur keypt og selt Bitcoin og kannski margir spyrja ekkert endilóki hvernig er þetta alltaf látið gangu upp, hvernig get ég bara verið þú veist með eitthvað íslenskt appi eins og myndkaupappið og bara keypt Bitcoin fyrir 10 milljónir á miðjanótt eða eitthvað og það er ekkert vandamál að fá bara fair price, skilu, það er eitthvað stóraðali liquidity provider sem er tengdur við eitthvað risa markað og svo eru þetta líka svona trading fyrirtæki og þeir eru bara út allan heim. Já, einmitt og eru náttúrulega alls ekki bundnir við krypto sko. Nei, langt í frá. Þegar, þú veist, ég heyrði þess að tölur sko að þeir rauninni væri á bak við 10% allri hlutabréfa voljúmi í Bandaríkjunum. Þannig eru rísa stórir sko. Einmitt. Ok, og hvað er þetta sem gerist? Jú, er að það er höfða mál á hendur þeim fyrir nokkrum dögum og ég held að það veri sko ef þriðjudagurinn hefur það verið eitthvað 2004 eða eitthvað að þetta hefur þá verið málsókn hefur þá verið opinber þú veist, ég veit ekki á föstudaginn eða mánudaginn eða hvað er gott að ekki mánudaginn. Það er allavega eitthvað svona cirka vika síðan ég sá bara þennan hluta af þessu sko og þú veist, förum aðeins í það að þú veist, það var ágætt að kannski rifja upp bara upphafið af bearmarketinu 2022 upphafið bearmarket 2022 er að það eru öll þessi gjaldþrot þannig að það byrja rauninni í þessu Terra Luna gjaldþroti. Já, einn af katalistunum. Já, það er rauninni fyrsta gjaldþrotið þannig held ég alveg örugglega sko. Já. Sem leiði síðan svona, það verður þróun leiði til þess að Celsius fyrir gjaldþrot þeir voru mikið inn í þessu og svo þú veist þetta Voyager, þú veist BlockFi FTX og rauninni sko og Terra Luna var rauninni svona svo kallar algorithmic stablecoin sem að rauninni byggðist svolítið á því að þeir stýrðu þessu, þú veist að halda þessu í $1 var rauninni ef ég held að sé að fara með rétt mál að þegar jókst frambúði af þessu UST já. Þá brendu þeir Terra Luna tókanið og svo öfugt. Þessi var haldið einhvern veginn svona
og það gerist rauninni að þarna þeir voru með svona liquidi, hvað kallast það, svona pool sem að þetta var á og Terra Luna, þú veist fyrirtæki, Terraform Labs sem núna sem gjaldþrota hlutin sem að halda utan gjaldþrotið að fara í mál við Jane Street. Þeir voru að taka einhverja milljónir út af einu svona púli og 10 mínútur seinna tekur rauninni sagt að allar haldið fram að Jane Street hafi tekið gríðalegt magn sem var uppað af því að þessi gjaldmiðl hrundi. Já, einmitt. Og mér finnst það alveg vera mjög sennilegt því að það var augljóslega einhver risavaksin player sem keyrði, auðvitað var Terra Luna döðadansur upp að því það var bara fundamental gallar í kerfinu, það breytið því ekki að það var það er vitamál, það var einhver risavaksin player sem nýtti sér þennan veikleika í kerfinu og triggeraði. Já, og það sem þú veist, nú tökum við fram allt sem við erum að segja hérna, þú veist, við getum kannski ekki endilega bakkað það allt upp eins og staðan í dag, því það er líka fullt af hlutum sem við erum að segja sem að standast ekki endilega skoðun, en það sem við talaðum þarna að, þú veist, máttu gera þetta? Já, þú mátt gera þetta, en þetta málsóknir byggist á því þeir hafa haft svona innherja upplýsingar til þess og það byggir rauninni á því að fyrirvarandi starfsmaður Terraform Labs var orðin starfsmaður Jane Street og hann hefur alltaf verið í samskiptu við Terraform Labs og fengið þess að einhverjum svona innherja upplýsingar sem var til þess að þið gerði þetta. Það snýst það snýst ekki að þú megir ekki taka út peningin út úr þessum púl, sko. Ég skil. Og þú þekkir það kannski meira lögfræðilega að sé, þetta er svo sem ekki gögn er ekki endilega sjáanlega, en ef þetta fer í, hvað kallast það, ef þetta fer í það langt fyrir dómi, þetta fer í, hvað kallast það, discovery, heitir það ekki eitthvað sluðis, það sem að það er eitthvað svona, þú veist, ef að dómurinn tekur þetta eitthvað neginn fyrir, þá verða gögnin aðgengileg og þá getum við fengið fleiri upplýsingar. Ég þekki nú ekki þetta hugtak discovery sem var það að tala um. Það er bara misjamt hvort. Það er allan að það segja, ef þessu verður strax vísa frá, þá fáum við ekki endilega að sjá gögnin. Nei. Og svo er það misjamt hvort gögn í engamálum að þessu tagi séu aðgengilega eða ekki, sko, eða hérna séu skilgreind sem trúnaðargögn. En sko, það sem þetta snýst varandi það sem er að gerast núna er að það fer strax einhver þráður af stað á X sem fær gríðarlega athygli og eins og ég segi, þegar ég fæ fyrst að vita þetta þá er þetta lagt fram bara dálítið eins og einhver ótvíræð staðarind sem skýri af hverju bikkun sé búið að lækka svona og þess að sé bara bara allir markaðarinn að flýta sér að kaupa Bitcoin og krypto af því að nú er þessi skýring komið skýringa á þetta hún er að baki og nú er allt að fara upp og ég meina þegar maður horfði á markaðan þá var maður auðvitað bara, ég þarf að kynna mér þetta þú veist, ef það er eitthvað til í þessu en skýring var svo að þetta fyrirtæki það væri markvisst alltaf klukkan 10 fyrir hádegi áður en og þá held ég að sé vera með við Eastern Time í Bandaríkjunum áður en hérna markaðir opna, þeir endur opna 9:30 þannig að mögulega Nei, þetta er leið og markaðir, nánast neða leið og markaðir opna það ekki Jó, sko, þeir opna 9:30 Já, og það er klukkan 10 Já, ok, þá er þetta hálftíma eftir að þeir opni en ok, það getur verið líka en ok, þá hafi þeir selt alltaf eins og klukka. Já, og þeir hefur verið að nota eitthvað svona algoritmik, eitthvað kerfi til að gera þetta sjálfkrafa. Já, ok, ég tekki ekki, það kannski skiptir heldur ekki öllu máli, en segja að þeir selja alltaf gríðalegt magna Bitcoin, alltaf klukkan 10 fyrir hádegi og kaupi svo síðar og þannig þeir eignist á fleiri coins af því þeir ná að keyra verðið niður, kaupi síðar. Já, og líka eru shortaðir, var sagt, eru með short í stöðuleiðinni þannig að verði hrynur við söluna hjá þeim lækkar, getur við sagt og þeir græða á shortunu Einmitt Þannig að ok Það sem ég fannst áhugavert við þetta
leið og ég heyrði þetta, óá þessu, leið og ég heyrði þetta, þá myndi ég til samtali okkar hérna sem við vorum að tala þessa lækkun sem var búin að daglega einhvern tíma. Já, og einmitt. segja bara, shit, Einmitt. geti þetta verið þetta? Já, ég skal viðurkenna, ég alveg fór að hugsa alls svona hluti, því að mér fannst alveg skrítið, þú veist, þetta var eitthvað svo óeðlileg verðhegðun hjá Bitcoin, að þar til að koma þessi dagur sem við fjöllum í hlaðvarpið þetta lækka alveg verulega mikið 10% eða eitthvað, en þá var það búið að vera bara dag eftir dag svona 1-3% lækkun, bara non-stop, bara marga daga. Já. Þannig að óndilega, þú veist, og ég held að það hafi verið hluta því að þetta meika allt eitthvað einn svona sens, svo fór ég þetta aðeins að pæla svona bara ok, en þessi skýringin þessi, þetta búið að vera að valda því að verðið sé búið að vera síga niður, þetta búið að vera að valda því að Bitcoin náði aldrei að sprengja svona all-time high eins og það hefur vennilega alltaf gert í sögunni, heldur bara fólk að rétt yfir og segja svo niður aftur og eftir að málið var höfðað að þá hafi þeir hætt þessu. Já, það var sagt að bara leið og málið var höfðað og svona hitu undir þá er hætt þessu og svo þetta bara, þú veist En málsóknin snýst ekkit þetta. Það snýst ekkit þetta, sko. Og vorum að tala hérna hvenær er svona bot-signal. Það að segja, við fengum þess að 2022 bot-signal, var rifið upp hérna. Terra Luna, já, einmitt. En sko, ok. Og þetta fyrirtæki er með stóra stöðu í iBit, Bitcoin, BlackRock, sjóðnum og þeir eru með stóra stöðu í MicroStrategy líka sko og það þú veist að koma umræðum að þeir var að reyna að keyra niður verðið og MicroStrategy líka sko og svo sá ég einhverja fréttum að Strategy væri búin að höfða einhverja málsókn senda inn einhverja kæru eða eitthvað ég er ekki viss að það sé endilega rétt sko. Nei, maður verður að taka þetta svona fréttum í fyrirvara því að svo núna er svona búið að vera að því að fyrst var til að bara þessi þráður á egg sem maður gæti verið að lesa til að reyna að botna eitthvað í þessu og allt bara eitthvað staðhæfingar sem voru ekkert sko studdar neinum gögnum svo núna er búið að koma í dag og í gær talsverð sko svona umfjöllun í meðal annars hjá stórum fjármála fjölmiðlum en líka hjá til dæmis Bitcoin, hvað heitir hann, Alex Kruger kryptogreinandi sko sem er búin að vera að taka svona smá deep dive á þetta og þá kemur svona upp dálítið vandamál er að sko ok, það eru engin gögn sem styðja þetta þessar staðhæfingar ekki bara það, heldur tók Alex Kruger saman sko heilmikið stórt sambúl, stórt úrtak yfir langan tíma og sýndi hann bara fram á þessi fullyrðing að Bitcoin sé alltaf að lækka á þessum tíma stendst þeim var ekki skoðun. Já, ég sá eitthvað tjart sem að var sýnt eitthvað 12 lækkanir en svo þú veist á þess að skoða þá bara vá en þú veist, svo þurfa maður að fara að skoða það verður ekki alltaf svona 10 Nei, en það er kannski þannig að þú veist, ég er svona pínu ok, ég er ekki endilega alveg að kaupa þetta sé mikið til í þessu en svo, þú veist, ég má gripinni sko, þú veist það sem að fær mig til að svona allan að vera til í að vera þú veist, ég er sammálaður að þú veist, ég er farin að efast miklu meira heldur en að trúa að það sé eitthvað rosa mikið til í þessu. En þú veist, maður hugsa, þetta er samt risastór aðili. Það er númer 1. Þetta er aðili sem er líka bara með svona sterka stöðu þarna. Hann er líka svo kallar authorized participant sem er rauninni þessi sem að er að stýra þessu svona inn í BlackRock sjóðin, sko. Það er líka bara í sögunni er mörg dæmi svona market manipulation. Við höfum talað að það er svona sterkar vísbendingar að Binance og Wintermute hafa verið að gera það með Ethereum og Solana. Að droppa, kaupa aftur, droppa, kaupa aftur. Svo er þetta innlandsdæmi, ég meina að
fjármálaeftirlitið fór inn í einhver viðskipti hjá þeim sem þénu gríðarlega fjármuni sem við virtust vera að gera nákvæmlega þess fjármálaeftirlitið í Indlandi. Nákvæmlega þessa hluti og fristu $566 million og það er ekki búið að leitast ennþá, það er bara ennþá mál í gangi þar þannig að þú veist og þeir að vera að gera það sko með held ég bara indversku kaupöllina sko Já, nákvæmlega og þú veist eða kaupöllin í og ef við höldum að svona hluti gerir þetta ekki gerst hjá svona stórum aðilum minna að JP Morgan, við höfum oft rifjað upp hérna, JP Morgan hefur fengið sekt fyrir að gera svona í áratug held ég bara með hérna gull og silfur og eitthvað svoleiðis sko þannig að þú veist, það er alveg mögulegt en svo segja sérfræðingar sem þekkja rauninni hvernig þessi kaupallarsjóði virka og vilja meina að það eigi bara ekki að vera hægt en ég veit það ekki ég bara hef ekki það er að sjálfsögðu hægt að náttúrulega þú getur alveg selt alltaf klukkan 10 og þú getur alveg á sama tíma verið með skortstöðu í gangi og það getur vel verið að þeir hafi gert það þannig án þess að vera að brjóta ykkur lög eins og vera í að Já, það er nefnilega þú veist, nú er ég veikinn ég er nefnilega þekki ekki alveg vegna þess að það er svo rosalega skýr lög sko inneyra viðskipti þegar verðbréf eigur hlut kryptó er náttúrulega ekki skilgreint sem verðbréf við erum kannski að bíða til Clarity þannig að Clarity Act er líklega til að taka okkur svona þannig maður en eftir sem áður sko þá er náttúrulega ýmsar reglur sem gilda sko sem hægt er að beita oft viðskipti sem eru mjög óheiðarlega og til þess fallin að valda skaða að það er ekkert loku fyrir það skotið að það sé hægt að beita reglum til dæmis skaðabótaréttar eða eitthvað álíka þegar aðili sem er með eitthvað stöðu til að valda öðrum til dæmis markaðanum eða aðalum markaðanum skaða með hætti, þú veist, ég bara skal ekki fullera það sko, en ok, að því að það sem er kannski atrið í þessu sem mér finnst mjög vert að staldra við og spyrja sig gefum okkur að það sé eitthvað til í þessu hvað finnst manni það að einn aðili vissulega mjög stór ef þetta er, segjum að þetta sé bara rétt að þetta sé ein helsta skýring þess að Bitcoin hefur síið svona mikið niður og menn að taka þessi mjög jákvæðri frétt að hérna, þeir séu núna hættir því og markaðin sé að fara upp og ég vil snúa þessu við og spyrja sko líður manni vel með það að einn aðili geti haft svona mikil áhrif á markaðin ef þetta er rétt Þetta er svolítið erfitt sko, af því að þú veist, ég myndi segja, ég er eiginlega með svör í báðar áttir og það er svona tilfinningarlega svör í báðar áttir, menn annars svarið er, nei, alls ekki, af því þú veist, það er svo margt sem, það fekk mig til að hugsa svo margt, af því ég hefði lesið bók fyrir nokkrum árum síðan sem sagði, leið og TradFi komin inn í þetta, þá mun svona hlutir gerast sem það geta bara haldið verðinu á því sem það vilja og svo framvegis, þannig að þá hugsa maður, þarna er það kannski að koma í ljós einhvern veginn að við hefum ekki breyka hvert þessum og ná öllu af retail og svo framvegis og hræða markaðan eða vilja það og svo framvegis. En svo hinliðin er, það kom svona, þegar þessi frétt kom, þá kom svona þessi hugsun hjá fólki bara, já, þetta er máli, nú erum við bara að fara upp í game með verðið, sko. Ef þetta er málið þá er það frá Já þannig að það hefur áhrif í báðar áttir nei, en samt, bottom line maður vill að það sé komið vekk fyrir að ef þetta væri staðreind að þetta væri hægt Sko, ég veit hvernig ég myndi svara þessu og ég myndi segja þá leið af því að sá sem segir ég vil ekki trúa því einn aðili geti haft þess áhrif hann er að segja ég vil trúa því að Bitcoin sé það stórt og eitthvað veginn þetta sé það dreifður og breiður markaður að það hvað eitthvað einn aðili með slæman ásenning sama hversu stóran er að hann geti ekki haft þessi áhrif og ég myndi svaraði þannig að segja hann getur ekki haft þessi áhrif til mjög langs tíma Já.
að þú Hann getur haft þessi áhrif skamtímalega já, séð, og við getum sagt vel sko short og medium term það gæti alveg haft þessi áhrif 1, 2, 3, ég skal ekki segja en til mjög langs tíma þá ekki hægt að stoppa ef stór hluti heimsins bara markvist með það markmið að reyna að safna eins miklu bikkun að getur þá á endanum verður hlutdeild þess að stóraðalega orðin og lítilega í þessu braski. Hitt sem ég myndi segja það sem fólk þarf að átta sig á að gefa okkur til dæmis að það væru engar reglur markaðsmisnotkun, innherja viðskipti og annað og ef bara aðil eins og segjum BlackRock eða eitthvað mætti bara vera, þið hafi bara alveg frjálsar hendur hvernig þið reynið að hafa áhrif á markaðin. Mér alveg sama hvort þú heitir Tesla eða Amazon eða Nvidia eða whatever. Þeir getur gert hvað sem með þessi verð. Þeir eru með sko $triljónir af eignum blessað vertu. Þeir getur bara, ekkert mál. Við bara, kaupum bara Tesla hlutabrif fyrir $300 miljardar núna bara market order og bara keyrum þetta upp og svo seljum við þetta allt á morgun og setjum ykkur slæma fréttir bara blessavertu þannig að það það sko og sama máli myndi gegnum það ef allur heimurinn staðráni því að ég ætla að safna eins mikið að Tesla hlutabrifum og ég get sko og nýta alla dífur til að kaupa og ég mun aldrei selja þessi brif þú veist, þá bara eitt að fara að gerast með Tesla brifin til langs tíma. Þannig ég held að svona þó ég skilji mjög þau viðþorf að segja ég vil trúa því að bikkun sé yfir allar svona aðgerir hafið þá það bara ekki raunveruleikin alveg sama hvað meiri sér að sjá $30 trilljón eign eins og gull og silfur sem 5 trilljónir eða var 5 trilljónir eða var sem hæsti 120 þegar maður sér það lækkum 35% einum degi, skilur þú veist alltaf maður að trúa því að sé engir aðalega sem geti haft áhrif á þetta, sko. Ég meina það alveg 100% að það auðvitað einhverju svona, þú veist, stærri klárari aðilar sem að dömpa þessu á retailin sem búin að vera að kaupa og þú veist, og meina við vitum að þú getur þá, ef svona stórir aðilar geta þá verið að kaupa rauninni á OTC og selja það síðan á opnum markaði, meina það, ef þú ert mjög stóð þá hlýtur að hafa áhrif. Já, engin spurning. En svo, þú veist, að öllu þessu sögðu, þá einfallega afstæða mín svona, ég leyfi mér afstæða mín nú svo að ég leyfi mér að stóri efast að sé eitthvað mikið til í þessu. En svo, en til að gera þetta reyfarakent, sko, þá ætla ég bæta einu við, þetta svona það eru það ýmislegt komið svona upp og umræða það vissi engin hvað James Street væri og svona sko og eitt af því sem ég sá var að þú veist, þetta væri eitthvað svona fyrirtæki sem var með svona þvert stjórnunar teimi eitthvað neginn svona bara það var enginn sem réði almennilega þú að sé eitthvað CEO hana þeir koma aldrei í viðtöl já og þú veist, og valla hægt að sjá myndir af CEO-num, það var eitthvað svona eitthvað svona sérstætt svo svona eitt var að þeir hefðu delítað öllu öllu Twitterinu sínu það eitthvað skrítið það má segja eitt í stað fyrir delítað fyrir ég ekki skárið en þú sko ég bara svo þegar þú ferðin á Wayback Machine sem þú getur skoðað tilbaka það hefur aldrei verið neitt inn á Twitterinu hjá þeim en eitt til að gera þetta virkilega reyfarakent það einn aðili sem að lærða að treyta hjá þeim og var hjá þeim í 3 ár áður en hann stofnaði sitt eigi fyrirtæki og aðstofakonan hans líka Epstein nei nei ég hugsaði bara Epstein og aðstofakonan það var sæðilega Sam Bankman-Fried Jesús já næstu því verra eins og Jane Street kendi honum allt sem hann kunni og Caroline Ellison líka heitir hún ekki Caroline Ellison já Wow, ok. Þú veist, þannig að þú veist, það ýmislegt sérstætt. Sem eins og segi, þú getur auðvitað sagt að risa fyrirtæki, skilur, það engin vandi að finna einhver rotin epli hjá
Goldman Sachs eða whatever sko, en þú veist en ef maður virkilega vill En þú vissir ekkert fyrirtæki á þau, svo fyrir að skafa og þá er þetta Terraform, Labs og svo sérðu þetta Indlandsdæmi og svo sérðu bara, það er ekkert á Twitter hjá hennu, þeir eru búin að eyða öllu og svo bara Sam Bankman-Fried, hann læraði að vera svindlari þarna. Á hinbóin á svo öll að svara svo að segja bara fyrirtæki þessari stærðagráðu allan heim, þú getur fundið, skilur, þú getur talið upp örugglega 100 rótin epli sem hafa unnið hjá þeim og þú getur, það er ekki hægt að vera svona stóra umsöða mikill án að þú sért með einhver ágreiningsmál við eftirlitsaðila og yfirvöld og það séu dómsmál og ég get ekki verið ósammálaður. En ok, ég held allavega að þetta sé svona sæmilega, sko, það mun klárlega skýrast meira í þessu og þá fjöllum við bara meira það ef tilefni til, en þetta er bara svona, ég held að kannski fyrir þá hlustendur, að því að ég gerir það fyrir marga hlustendur að heyra þetta bara í fyrsta skipti og sem er bara mjög gott að benda til þess að fólk sé bara að lifa sínu lífi á þess að vera alveg niðursokki í krypto alltaf, en fyrir það sem eru virkilega mikið í krypto eru búin að vera að lesa allt þetta. Ég held að kannski svona lærdómur sem maður getur dregið af þessu er að þetta sýnir svo mikið hvernig krypto getur virkað í þessum sítengingar, internet, samfélagsmiðla heimi, sko, er að þú veist, það fer eitthvað af stað og annað sem maður hefur lært svo mikið, það er þegar þú sér hvað markaðurinn er að gera, að þá, hvort það er taugakerfið þitt eða að dómgrindin eða hvað er, þú bara ert miklu gjarnari á að trúa hvað maður segja, fréttinni eða sögunni skilurur sem verið er að segja þér bara strax þegar þú sér þann að rýma vel við það sem markaðurinn er að gera, fattur hvað er að fara? Já, þegar þú veist, maður er alltaf að lesa eitthvað svona en svo sérðu markaðurinn ekkert bregðast við þá ertu bara, já, hvað er þetta og ég vil að tjekka á þessu, en þannig að sérðu bara þetta vera að gerast á markaðunum og þú sér þessa frétt, þannig að þráð allir að tala hann, fullt að liða að senda þetta á mig og ég bara nóg heyrðu, þetta er augljóslega skýringin sem þetta var, en hvort það var eitthvað bak við skýringuna. Já, og bara samt ef þennan punkt, þá er eitt sem ég langar að segja sem að svona bara, sem ég skipta svolítið máli í þessu. Þú veist, við erum búin að vera að fara mikið niður og frekar stuttum tíma með bearmarket. Við höfum ekki verið með skýringu eins og síðasta bearmarket. Við höfum verið að tala með allar fréttir, allt sem er að gerast í kringuna markað er í ákvætt. Þessi svona kryptonotandinn, fjárfestirinn, áhuga maðurinn að það úti hefur ykkur rosa þörf að finna einhvern sökudól. Mjög góð punktur. Og þetta var bara, við fengum bara hana sökudól ekki fangið bara. Já, þetta er mjög góð punktur. En svo þurfum að stoppa aðeins og hugsaðar, er þetta máli? Nei, það er bara stórir hóldarar af Bitcoin, sennilega svona gamlir OG sem eru búin að vera að selja í heilt ár. Það er skýringin á mestu lækkuninni. Skýrir þetta einhver hlut hefn? Nei, ég held að þessi þörf á að finna bara þráði skýringu. Þráði narratív, þráði sökudól. Þráði sökudól. Við fengum sökudól síðast. Áhverju hefur ekki neitt sökudól núna? Þú varst með Sam Bankman-Fried og þú varst með Dópan, Alex Masinski og allt þetta, sko. Og þetta er svolítið áhvert. Við, einmitt, já, og svo eitthvað veginn voru við mögulega að hengja bakara fyrir Smith og erum að átt okkur á því núna og markaðurinn er að síga aftur niður. Menn voru svo harðir að ég er nú að tala um þetta með Binance, sko. Að menn voru bara að segja að já, það er Jane Street, við erum búin að vera að kenna Binance þetta allan tíma, við verum að biðjast afsökunar. Já, einmitt. Þannig að við förum líka bara, þú veist, við erum búin að finna sökudólginn. Já, einmitt. Og ég meina, hver veit, þá ættir að vera að fjalla meður þetta og við fylgjumst með. En þá er held ég svona þetta baki. Þetta var klálega frétt vikunar, engin spurning. Sko ég veit að þú ert búinn og við báðir, aðalega þú samt búin að undirbúa heilt skjal hérna Clarity Act sem ég nefndi að er þið líklega ósnemt að fjallum í þessu þætti en er þið frekar fjallaðum í næsta þætti en mér bara svona já, ég vildi aðeins spyrja það bara svona hvort þú vildir býða með þá umfjöllun. Sko, ég upp að einhverju marki allan svona eitthvað svona myndur segja að það sé umfjöllun sem bara þarnist
það þurfi heilan þátt í hana. Já, sko, ég held að það var alveg áhugavert að einhverju tímapunkti að fara svolítið í það hvað inn í þessu, þó það sé ekki allt komið í ljós, en mér finnst það kannski allt í lagi að taka bara svona aðeins stöðuna núna. Okay. Og það tengist kannski þessari umræðu líka, að því að þú veist, menn vildu meina það, að við fengum þessa miklu hækkun hana, þá væri bara, James Street væri hættir að dömpa klukkan 10. Það fór örugglega fram hjá mörgum að í rauninni á sama tíma og rétt áður en við tókum þessa hækkun þá á þessum prediction market polymarket þá hækkaði prósentu líkurnar á því að Clarity Act yrði samþykkt og talað svona Þessi mikið núna ég man ekki hvað, af hvort það fór upp í 60%, var í 40, það er samt einhver svona bara snögg hækkun og talað svona innherja þekkingu, það er svona auðvitað sterkar vísbendingar það að þú veist, það er einhver sem veit einhvað sem á einhverjum fundum eða tengist einhverju sem á einhverjum fundum sem í samöndu við ýmislegt sem á sér stað á þessu prediction market. Þannig að það þótti líklegt að það benti til þess að það væri kannski eitthvað að gerast. Og kannski væri það sem að væri að setja markaðan á stað. Það eru sögusagnir það að þetta sé eitthvað til í þessu. Ég held að við séum ennþá samt svona 50-50 en svona það sem ég heyri hérna úti það að það verður þegar þú sé verið samið, það verið samið innan einhverja... Já, apríli eða eitthvað svona, sko. Einmitt. Og það sem ég heyri samt þarna úti að það er verið að henda þetta muni enda í þessu að bankarnir vinni þetta vaxtadæmi með stöðuleikamyntir og það verður ekki hlusta meira á Brian Armstrong og hinna sko kannski fyrir budduna þína þá er mjög jákvætt að fá Clarity Act, engin spurning það mun örugglega hafa mjög jákvæð áhrif á markaðinn þó maður hefði viljað að svona það fólk gæti fengi vexti og við erum bara að tala um Bandaríkin fengi vexti fyrir að halda stöðuleikamyndum það er svona það sem að gerast í það alveg fáránlegt að það megi ekki sko og sérstaklega eins og sko Brian Armstrong fjallaði í Davos og við höfum lótt fjallaði það hér en þú veist sko og hann var svo hrokafullur sko gaurinn sem var að taka viðtalið við hann fannst mér hann var svona glottandi þegar Armstrong var með eitthvað mjög einlægar og algjörlega réttar skýringar á hvernig kryptofyrirtæki starfa að fyrirtæki eins og Coinbase ólíkt öllum bönkum í heiminum þolir 100% áhlaup skilur, ef allir vígstafinir vilja taka allt út þá er engin vandi að verða við þeirri beðni bankar náttúrulega bara eðli bankastarfsemi þannig að hún þolir það ekki af því að þeir eru ekki með nema bara lítinn hluta af eignum vígstafina til staðar hverju sinni hittir svo bara kröfur á hendur öðrum þar sem þeir eru búin að lána peninga. Já, ég er alveg sammálaður þetta lúti þetta en svona þú veist það kannski gleymist oft í þessar umræðu og mér sé það bara þegar þessar umræðu þú veist, Clarity Act er ekkert að fara að banna vexti, það var gert í Já, það má greiða á bara í er það ekki öðru Þetta var bannað í Genius aktinu en svo fór bara margir aðalega framhjá þessu með því að setja eitthvað annað format, eitthvað umbun og hlaus. Þannig að Clarity Act er bara að taka það allt saman og reyna að stoppa í öll gött. Það er bara á að gera allt og ég meina og það er það sem eru þar að koma frá bönkunum eins og við sögum hérna daginn að þeir segja bara þá bara hættu við ekki að lána fólki pening. Já. Annað sem við verðum að fjallum nema þú viljir að svo stötu fjallan meira Clarity Act. Nei, ekki nema þetta sko á mánudaginn er ekki fyrst er á sunnudaginn. Trump gaf þessum aðilum sem fram að 1. mars til að semja þannig að mögulega næstu dögum kemur eitthvað í ljós. Ok, já, góð mútur. En það er það fjall grundvallardómur fjall sem sagt bandaríska ríki tapaði 6-3 í Hæstarétti 20. febrúar held ég að dómurinn hafi fallið
það sem komist var að því að tollar sem hafa skilað alltaf held ég $175 milljörðum í tekjur hafi verið dæmdir ólögmætir og mér skilst að þeir hafi verið dæmdir ólögmætir á þeim grundvelli að hvort hann megi bara setja á held ég alltaf 15% tolla án þess að fá samþykki hjá fulltrúadeildinni. Okay. Og og þá væntanlega þannig að þú hefur sett til dæmis 20% tolla á að þá held ég að sé þannig að þá gildir upp að 15% en ekki frekar en þessi allir fældinu. Ég reyndar verða ekki, ég veit ekki alveg, ég myndi halda að það væri svona eðlileg túlkun á þessu. Og Trump bregst strax við með því að fullnýta sér að þessa heimild á önnur ríki, Evrópuríki meðal annars og svo framvegis. Það sem ég finnst samt svolítið flott við þetta er að sjá, ok, hann er sko þú veist, gagnrýndur úr svona fjölmiðla sem hafa verið með meiri svona demokrata slagsíðu hafa verið að segja að það sé ekki að treysta á málefnalegar og óhlutdrægar niðurstöður Hæstaréttar þar sem þetta eru svo mikið repúblikana vígi, það er að segja dómarnir skipaðir af forsetum repúblikana en þeir tapa 6-3 samt sem áður sko. Mér er svo aðeins, ég veit ekki, ég er ekkert búin að lesa dómin eða neitt svo leið, mér er bara svo aðeins hvernig svona mál, þar sem ég hefði haldið að þetta væri svo bænari, annarkvort er þetta alveg skýrt að þú getur farið fram yfir þetta eða þú megir ekki sitja á hærri en 15% tolla nema fengnur samþykki. Ég var svo erfitt með að skilja hvernig þetta getur verið matskent en eflaust myndi ég vera fróðari og skilja hvað þetta snýst og af hverju þetta er matskent ef ég myndi kynna með dómin, þannig að ég ætla ekki að gera segur það, ég bara segja þetta er svona fyrstu upprömi, fyrst með þetta skrítið, en allavega þeir tapa 6-3 og samt þetta svo kallar repúblikana vígi, þannig að mér finnst það að vera svona flott að sína bara ok, Bandaríkin er ennþá, þetta er réttaríki og þetta er ekki bara þannig að þessar grundvallarstofnanir sem eiga að veita aðhald forsetanum og öðrum valdöfum, sérstaklega framkvæmdavaldinu að þetta séu bara stimpilstofnanir. Mér finnst það að vera gott. En allavega, þannig að það skýrði þegar þessi dómur fjall og var birtur, þá kom alveg hressileg dýfa á markaðinn. Og að því við vorum múin að tala að það væri ekki vita hvenær þessi dómur myndi falla en og náttúrulega voru ekki kryptomarkaðurinn upp alveg strax í byrjun? Nei, okay. En það var ekki eitthvað skilur drastist niður nei. En það segi alveg nokkuð prósent þannig að mér finnst það jákvæmt að því leiðum til að bara ok, þessi gríl er þá að koma eitthvað versta úr henni og við erum búinir að fá það og það var ekki verið en þetta að því menn voru búin að tala með þetta getur orðið bara alveg fundamental dómur fyrir kryptomarkaðin sem dæmi sko, skiluru, þannig að ég er svona, ég finnst það að vera jákvæð í þessu að niðurstaðan er komin, hún var á versta veg þetta lækka aðeins en ekki svo mikið. En veistu það, þú veist, ef ég var ekki í kryptó þá myndi ég bara hugsa örstutt tolla þegar ég kveikt á RÚV annarslægi þegar Trump bara kom með eitthvað nýtt og eitthvað en að vera í kryptó ég er orðin svo langþreyttur á tollar eru að sveifla markanum og ég var að lesa ykkur að grein og sagði að við varum í svona hámars óvissu sem að markanum þolir ekki og það væri annars var endalösu breytingar á tollum og hins vegar gervigreind, það veit enginn hvort hann sé með vinnu eftir 3 ári eða hvort það gervigreind, hvar gervigreind verið 2008. Hvað var þetta fyrirtæki var að segja 40% af starfsfólkinu sínu bara núna í vikunni? Var það ekki Jack Dorsey var að segja upp helmingnum af starfsfólkinu sínu? Já, svo var eitthvað annað, þú veist, að því að þeir bara, þetta er spooky, þú veist, og þú getur sagt bara að þetta er náttúrulega frábært að við sem að fá tækni sem geti bara unnið störf, skiluru, og skapa gríðarleg verðmæti fyrir bara að brota þeim tíma og kostnaði sem hingað til verið. Það er auðvitað frábært, en hinlegin er bara, þú veist, hvað verður okkur, sko. Já, ég segi bara það er engin lifandi maður sem hefur séð eins mikla breytingar og gæti bara ásist þar næstu 3 árin. Já, og þetta er að fara dálítið öfugt á við það sem kannski menn héldu lengi er að sko störfin sem eru svona virðast vera minnst vernduð eða eiga mest í hættu að úreldast
það eru svona sérfræðingarstörf skilur hérna, þú veist, lögfræðingar forritarar endurskoðendur þú veist, sálfræðingar eflaust líka sko, samt kannski minna því ég held að fólk sjá alltaf valjú í að bara fara til mannesku og tala við hennar sko, þó hún viti kannski, þó að við komast á þann stað sem hún muni vita minna mögulega heldur að gera hvernig hvað á að segja, ég held bara hefði mannlega gegni stóru hlutverki þar en á meðan, þú veist, iðnaðarmenn og aðrir virðast sko miklu öruggari hérna allavega í svona nánustu framtíð. Já, þetta alveg öfugt við það þegar störf, þessi störf voru að færast úr vestrænu ríkjum yfir í Kína og Bangladesh og Indland og allt þetta. Þetta raunin alveg öfugt. Þú veist, þá var ekki gott að vera rafvirki og velvirki og eitthvað svoleiðis að það fóru allt eitthvað þar og vinna í vestmiðum. En núna allt í einu, já, gott að ég bara hérna velvirkin sko, en ekki lögfræðingurinn eða forritarinn eða eitthvað. Það helst ég held í alvörinu talað að sko, þú veist, til þess að til dæmis lögmenn svona geti aðlaga sig þessu, þá held ég eitthvað að þú verður að vera meira í því að hvað ég segja, þú veist, þjónustæðin að fara að snúast einhvers konar auðvitað náttúrulega málflutningur held ég ekki að fara í hendur robóta anytime soon sko, þú veist, það verður ennþá mannesku sem flytja mál, þannig að það mun skipta máli en líka bara eitthvað svona ég veit ekki eins og við bara sé eitthvað svona bíómyndum, mér alltaf finnst að ég alltaf verið mjög heillaðar af svona þessu hlutverki, ég tek sér dæmi þó það sé þetta kriminalt en enga síður fyrir að sé Godfather og mun eftir Tom Hagen sem Robert Duvall blessi minning hans lést fyrir nokkrum dögum lék þar sem þú bara eitthvað svona allsherja ráðgjafi, þú veist, hlutverk getur miklu meira en bara vera eitthvað færi í ykkur lögfræði að skrifa eitthvað skilur, heldur þú bara svona gaurinn sem veitir eitthvað hvort sem bara emotional support eða whatever, auðvitað legal support líka, ég held að störf lögmannsins verði að færast meiri í þessa átt, því að lögmann sem bara að fara að rukka fyrir ég góður að semja erðarskrár eða fástu skjalagerð eða skrifa minnisblað eða veita lögfræðilega ráðgjöf réttarstöðu þína eða skrifa stefnur og rukka fyrir það að gera greinagerðir eða eitthvað, já, vola með að sjá þetta halda velli sem eitthvað sem hægt að rétta að rukka mikið fyrir, því að eftir í raun og veru núna að þegar koma en eftir mjög stuttan tíma getur gerðinni gert allt sko, skilur þú hvað að fara en við getum bara sem einstaklingar hlakka bara til að Elon Musk segir að það verður bara svo mikil bara tæknibilding að við fá bara laun fyrir að gera ekki neitt og við getum bara verið í hlaðvarpi alla daga bara. Því líka tilvistin. En reyndar, við verum sérlega í samkeppni við einhverja sem eru gervigreindar hlaðvarparar. Já, algjörlega, en þar kemur þetta inn á þetta samt, að bara svipa eins og ég segi með sko, mér finnst bara tónlist vera gott dæmi, eða kvikmyndir eða skáldsögur, skilur, að þú veist, af hverju verður við virkilega ástfangin af einhverju tónlist, að þú veist, eða bara list yfir höfuð, og ég vil meina að þú veist, það svo stór hlutaði sem hið mannlega, auðvitað það tæknilega líka, það að segja að þú veist, það ekki bara að hlusta á hvert sem syngja, en það að búið ákveðnum tæknilegum burðum til að vera góður söngvari og svona tónanir falli ljúft í eyrun, en það svo miklu meira en það, þannig ég á rosalega erfitt með að sjá ef gervigreindin gerir til dæmis klassíska músík sem segjum ég vel í tæknilegum skilningi væri þannig að bara þetta betra heldur en Mozart eða Beethoven eða hvað það eða syngur betur en Elvis eða Beatles eða hvað, ég á svo erfitt með að sjá fólk vera, já þá ég að hlusta á þetta en ekki Elvis eða þetta, af því að það ristir miklu dýpra, þetta verður spurningum bara, munum við valjú á það mannlega, þetta er bara sama og sem dæmi með hlaðvarpið, það verður engi vandi að búa til hlaðvarp, kryptohlaðvarp á íslensku, það er örgulega hægt núna, en það verður orðið bara mainstream að gera það eftir 3 ár, þar sem þú verður með gervigreind sem miklu klára en við, hún betur máli farin en við, hún mun vita miklu meira en kryptó en við, þannig að í einhverju tæknilegum efnislegum skilningi að þú verður alveg niður tefir og þunglind og hlusta á þetta, að þá það miklu meiri gæði. Punktur minn bara þessi, ég held að fólk muni samt segja, hér veit ég að það eru 2 raunverulegir einstaklingar að tala, þó sé ekki með allt á hreinu, þó sé ekki fullkomnir hvað
þá er ég frekar til að verja tímanum hlusta af því að við erum team human Já. fattar hvað er að fara Ég fatt að hvert að spara mér myndi líða betri, ég var að fara til sálfræðings að fara til þín og þú ert hérna, já ég skil þig ég finn til mér, hér er ég með ákveðna punktar sem getur nýtt þér heldur en ég væri bara hérna, þú veist, í ykkur í sci-fi mynd að tala við gerfugreindina þú veist, ég held það en framtíðin mun leiða til ljós Sko, þú veist, ég er sammála þér en þú veist, þegar þú varst að segja þetta þá hugsaði ég samt, sko þú veist, ég mannalega eftir þú veist, þegar ég var að skoða í sögulegu samhengi þegar maður trúði ekki á Bitcoin menna, þú veist, það var fólk líka að segja þegar síminn kom, bara fólk mun bara valjú að bara hitta fólk face to face og tala við og það mun ekki henn ennan nota þessar símtæki lengur og það sagði líka þegar að fólk hérna, komið myndsímtölu og svo framvegis þannig að ég sammála þér en við höfum ekki hugmynd hvað mun breytast. Mögulega verðum við bara að segja bara hugsa þess að tónlist sem að hana manneskjur ok, ég ætla ekki að fara þá og bíómyndir þú veist, jú, það verður við réttlandum það er einhver maður sem var að segja þeim hvað ætti að gera og restin er búin til bara með gerfið fólki. En ég segi samt Björn að þessi punktur sem varst að koma með ég er ekki viss hvort að það hafi verið góð rök fyrir máliðinu vegna þess að við valjum, þú ert að segja við valjum, ég segi, í dag núna já. Ég held í alveg tala þó að við kannski séum ekki eins mikið í því við höfum aldrei kunna eins mikið að meta hittinga með fólki sem okkur þykir væntum raunverulega hittinga. Já, ég er sammálaður ég er sammálaður í því að við valjum það meira og við munum, ég er algjörlega sammálaður við munum valju það meira en svo er spurning hvað munum við fara að nota. Já, og það er svipað eins og bara með, þú veist, ef við tökum gerfugreinda sálfræðinginn, ég get alveg ímynda mér í framtíðinni, maður mun alveg styðjast heil mikið við hann, skilur, bara með svona praktiska punkta og eitthvað svona dót, skiluru, en varðandi skiluru svona maður mun samt hvað ég segja þetta er svo leiðilegt að vera alltaf sletta en að valjúa en maður mun kunna meta betur þú veist, að fara til manneskjunar sem raunverulega skilur mann, en ok Já, en byrjuðum á þessu umræðu, óvissan er mikilvægt úti 100% og því miður er það þannig eins og við höfum verið að tala hérna að krypto og Bitcoin hefur haft og bara mikla fylgni með hérna, tæknifyrirtækjum á markað og það er tæknifyrirtækin sem er að fara niður út af þessari þróun. Þú ert að tala um tæknifyrirtækin, þú ert að tala um, ef þú ert ekki að tala um Magnificent 7 tæknifyrirtækin, þú ert að tala um hvað, software as a service. Jú, en svo erum við með háa fylgnis við Nasdaq líka og menn hafa velt fyrir sér á hverju er þessi gríðarlega mikla fylgni síðustu 2 árin. Hlut af skýringunni er að staðstu kaupendur og seljendur á markað í dag á Bitcoin eru kaupendasjóðir svona stór fyrirtæki og þeir sjá bara þarna vöru sem er búin til með kóða og við setjum það í sama flokk og þetta og þess vegna komum við fram með það með saman. Við erum ekki að kaupa til að eiga næstu 100 árin, við erum að kaupa til að treyta þetta eins og tæknifyrirtæki. Ég skil. Já, en í augnablikinu. En ok, þú veist, ef við tökum það saman, aðalfréttin var Jane Street, ég held að við fjallan nokkuð vel um það. Við erum múin að tala um tollana, við ætlum að geyma svona heilstað umræðum Clarity Act, allavega eitt þátt í viðbót. Sko, það er eitt sem ég var áttam á í miðum þætti, ég viðurkenni ég glemdi og ég held að þú hefur glemt því líka. En það ætti að vera núna, því að nú er síðasti föstudagur mánaðarins. Það ætti að vera bókahorn. Já, við tókum það reyndar viku setna síðast, já. Já, þess vegna held ég að hafi aðeins skarast, þannig að við bara glemdu því. Já, ég er að klára einhverja bók, þannig að kannski spurning kom bara með hann næst þegar við... Nú sérðu, þú ert að lesa raunverulega bók, þú ert ekki bara einhverju gerfugreinda bók. Nei, algjörlega, ég minnst að fóra að hlusta mörg ára, en núna bara... Það er aftur í klassíkina. Já, það er rómantík. Það er þetta sem mun gerast. Já. Við munum go sko over and beyond til að fara aftur í þú veist, þetta svona hafa þetta einsmannlegt og klassíst og rómatíst og það gerist. Ég er alveg samfærum það. Ég er samfærum að í framtíðinu verður þetta þannig þú ert láta einhvern róbota klippa þig óafinnalega fyrir bara eitthvað klink, eða jafnvel ókipis.
eða þú myndir geta borgað fúlgufjár til að setja hjá mannesku sem rakari eða hárskeri og það mun kosta heilmikið pening og það mun ekki vera sömu gæði og róbotni gerir en þú mun samt gera það. Já. Ég samfara það. Já, af því ég hef trú á mannkyninu, skilur. Það punkturinn í þessu. Ég hef trú á því að ef þetta á að ganga, ef þetta á að vera gott kombo, mannkynið og gervigreind og gervigreindin að fara að vera klárar og færar í öllum tæknilegum skilningi heldur við mennir að þá verður spurningi bara, eins og ég sé þetta, upp á hvort maður getur bjartsýn á framtíð mannkyns eða ekki, sem ég er að munum við sjá virðið í einu mannlega sem irreplaceable og þú veist, ég get haldið áfram með endalaust á svona dæmi, ég get farið í að skilur, þú getur verið með þú getur farið í einhvern túr hjá okkur ferðaþjónustu og þú getur fengið bara örgulega frítt í framtíðinni hjá okkur sjálfkeyrandi lúxusbíl með gervigreinda gæt sem veit allt alla sögu staðar eins og allt skiluru, eða þú getur fengið manneskjuna sem keyrir ekki óafinnalega eða kannski verið sjálfkeyrandi bíl en ok ef gætin í bílnum hann kannski veit ekki alveg allt en þetta er human, hann mun kosta heilmikið, verður mjög eftir svona vert þannig að það er punktur minn í þessu. Já, góð punktur. En við sjáum til. Tökum að bókina næst. Þú verður mögulega ekki næst. Við erum að reyna að finna út úr því. Já. Höfum þetta mögulega fjár þátt. Mér finnst það líklegast að lendingin í okkur, þú verður á Spáni. Já. Ég þarf að fara til Spánar að klára bókina. Já. Væri ég mjög frekur, ég myndi bara biðja að hætta viðferðina. Þú ert alltaf að biðja þetta, þú gerði það líka síðast. Þetta hlaðvarpjón, þetta má ekki klika. En ok, og það er svo erfitt að finna einhver núna til að koma í bjarnamarkaði. Þannig að þú veist, við finnum út úr þessu. En ég með það er engin vand að gera þetta. Við erum alltaf með Ingvar sem er frábært tæknimaður. Við hljótum að geta fundið út úr því að gera þetta fjarþátt eins og er nú mjög algengt. Við finnum eitthvað út. En ok, ertu þá ekki bara... Jú, má ég koma með eitt bara því ég kem stundum með eitthvað í lokin. Já. Þú veist, ég hef ekkert mikla trú á Facebook fyrirtækinu Meta í kryptaheiminum. Þeir hafa klikkað svolítið oft. Þeir komu upplega með Libra, ekki ruglað saman með mín komin í Libra, heldur Facebook Libra sem átti að vera mynd Facebooks. Voru þeir ekki stoppaðar af að löggjáðanum með eitthvað leið, sko? Jú, það var allavega einhver regulatory issues sem gera verkum að þeir ákvaða að halda ekki áfram. Upp úr því kom reyndar Sui og Aptos, þú veist, úr teimunum sem voru þar, sko. En þetta, þeir settu hellingapeningi í þetta og það klikkaði. Þeir hafa ekkert verið að ganga vel með að taka þátt í þessu gervigreindarkaplaupi. Vestar sem bara svona eitt af því vestar sem þeir gerðu, það var að þeir ákveða að Metaverse yrði framtíðin þegar við vorum með Decentralands og Sandbox allt átt að vera við áttum að lifa í í þeim heimi að þá bara hoppuður til og breyttu nafninu á fyrirtækjunni í Meta út frá því, sko. Það mögulega voru bara að snemma. Þetta var alveg framtíð sinni gæti alveg. Mér finnst ekkert eitthvað galið, sko, en ok. Mjög finnst það bara samt fyndið í dag, sko. Já, að spila þetta ekki út þessu heldur. Þessi 3 í Decentraland. Já. Ég átti í Decentraland á sínu tíma. Já, ég líka. Já, en þeir eru semst að fara að koma með þeir eru að fara að koma með stöðuleikamind. Ok. Og þeir ætla að integrata við WhatsApp og Instagram og Facebook. Veistu hvað keðjum mun kera? Ætlar að vera með eigin keðju eða hvað? Ég heyrist þeir ætla að þróa það, sko nei, þeir eru að leita aðeila til að þróa þetta fyrir sig og það er talað að líklegastir til að þróa þetta fyrir að sé Stripe, fyrirtækið að baka Stripe og ég, ef ég man rétt þá eru þeir með eitthvað sér eigið einhverja keðju, sko. Þannig það er allan í augnablikjunu lítur ekkit út fyrir að vera eitthvað Ethereum eða Solana eða eitthvað leys. Mínum kannski að ég bara ekki trúa þeim. Mér finnst þetta röng ákvörðun. Mér finnst að þeir eiga bara að nota aðra keðju, svona stóra keðjur. Þess að nota þar allar, notaði bara USDC. Ákveður þarf þetta að vera með US Facebook. Já, einmitt. Ég er alveg sammála. Við höfum talað um þetta, ég skil ekki þessa að vera,
þegar þú ferð eitthvað borga eitthvað fyrir á Instagram, þú myndir alltaf velja frekar að nota USDC, USDT heldur að nota eitthvað Facebook nema einu punkturinn með stöðuleikamyndunar er að þú veist, það er kannski eina konstant sem ég finnst að þetta geti gengið upp, það er að skipta ekki öllu máli ef það er til dæmis allar allar háðar sömulögjöfni og þú getur gengið að vísa að allar eru bakkaðar upp einna mót einum við bandaríkjadólar með skamtíma ríkisvíkslum eða ég heldur þurfi að fara í samstarf við eitthvað svona eins og Stripe því ég held að ég muni það rétt að þegar Genius löggjöfum kom þá var eitthvað bann við að tækni fyrirtæki geti farið bara ein og sér og fara að stað með eitthvað það er það að vera eitthvað fjármála leyfi eitthvað svo leiðis. Ok, og það er náttúrulega líka eins og pælingum Musk held ég með X og allt þetta það er nú eitt sko þeir ætla að vera að bjóða upp á kryptotrading og hvað stocktrading þetta var að vera svona þessi keppnum everything app sem þú getur gert allt þarna einmitt. En all right þá segi ég bara Björn þakka þér fyrir þennan þátt og þetta spjall já, sömuleiðis og ég óska þér góðar ferðar út þakka þér fyrir og ég vona að við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni, það áttur að koma í ljós. Og ég þakka ykkur að sjálfsögðu kæru hlustundur fyrir hlustununa og áhorfið og við heyrumst og sjáumst aftur af vikuliðinni. Þangað til næst verið sæl.